Þetta er gamall draumur frá því ég var bara unglingur. Þegar ég byrjaði að fást við að spila Predator og Fúku Bax, þá langaði mér til að spila þetta allt. Og það er nú svona meirinn að segja að þetta eru 96 stykki, sko. Þetta er svona stærsti lagaflokkur eða verkaflokkur sem Bax skrifaði. Og þetta er sett verk í öllum tóntegundum. Það er að segja hann hugsaði þetta sem svona alfræði bók tónlist. En mér finnst þetta einhvern veginn svo viðeigandi að vera hérna í kirkjunni. Þetta er nú orðið svolítið svona ritual fyrir mig að koma hérna. En það sem er líka svo gott við að vera hér með svona reglulega tónleika er að hér sko sundaðis er ég náttúrulega búin að spila í kannski fleiri mánuði. Það meðaltali endist hver Predator Fúka inn í prógramminu í 4 til 5 mánuði. Og ég vil lengur ef mér líkar mjög vel við hana, sko. Og þannig að smá saman kemur náttúrulega miklu meiri dýpt í músíkina og í skilning minn á þessu. Og það er líka svo skrítið, sko. Þetta er hér einhvern veginn í þessu verkefni hverfur allt svona glamúr og glys. Þetta er bara músíkin, sko. Hvað er það sem að Bach skilur eftir hjá okkur í tónlistinni sinni? Hvað tilfinning er hann að veita okkur? Ég trúi nú því að það sé göfgandi að fást við tónlist hans. Það er að segja að hann einhvern veginn setur svona hversdagsleikann á einhvern veginn æðra plan einhvern veginn. Það er náttúrulega þessi mjög sterka tilfinning fyrir svona einhverju sem að kristnir menn myndu líklega kalla kærleik, sko, sem að alveg, sko, æpir á mann í gegnum þessa músík, sko. Það er bara einhvern veginn, það kveikir einhvern veginn einhverja upplifun í manni, þannig að mann þykir bara vænt allt sem er í kringum mann þegar maður er að hlusta á þetta, sko. Ég man auðvitað þegar maður var unglingur, þá var maður náttúrulega upprifinn að þessu eins og bara fótboltaleik eða einhverju, sko, en í dag er þetta meira svona viðvarandi góð tilfinning að vera með Bach, sko. Svo en þetta er alveg magnað hvernig þessi helgi kemur alltaf. Það er alveg furðulegt fyrirbæri, sko. Það er alveg... Vitandi jólin? Nei, ég ætla að vera hérna alltaf með svo öðrum jólum, sko. Ég ger nú ekki ráð fyrir að verði margir hérna, en ég ætla að koma og spila, sko. Ég er alltaf á þriðjudagskvöldi klukkan 8:30. Og ég held ég hafi mist úr 2 skipti síðan ég byrjaði á þessu. Það var ég bara erlendis, sko. Ég mætti hérna fárveikur, sko. Það oft er eiginlega bara bestu tónleikarnir, sko. Þetta er hálftími. Og þetta er svona, ég tek þetta mjög alvarlega. Ég meina, ég er að æfa mig alveg 3 tíma á dag fyrir þetta en þetta er samt mjög afslappað. Og þetta kostar ekkert. Kostar ekkert inn. Það er náttúrulega alveg bara ótrúlegt. En gaman að þessu. Og Ólafur Elíasson, kærar þakkir fyrir að leyfa okkur að fylgjast með. Já, sömuleiðis. Við höldum áfram